En fyrst það efnahagslífið á Íslandi. Verðbólgan hefur ekki verið hærri í 18 ár eins og komið hefur fram í fréttum. Og spurningin hvort að forsætisráðherra í afneitun þegar hann talar mjúka eða snertilendingu efnahagslífsins. Við skulum skipta yfir til Sölva sem þar með Geir H. Haarde. Velkomin Geir. Já, takk. Það eru efnahagsmálin sem allt snýst núna og mikil umræða það á Alþingi og aðalhagfræðingur Seðlabanka segir að það sé staðreynd að hörð lending í efnahagslífinu sé staðreynd. Verður þið ekki bara að fara að horfast í augu við það að lendingin hörð en ekki snertilending eins og þú hefur talað? Nei, ég ætla nú að leyfa mér að vera ósammála þessu. Og það er ekkit tímabært en þá að fara að tala harða lendingu eða neitt í þeim dúr. Við erum náttúrulega í aðlögunarferli frá því að hér voru miklir uppgangstímar og miklar framkvæmdir í tengslum við álverið fyrir austan. Og það var alltaf legið fyrir að það myndi hægjast þegar að því skeiði lyki. Það sem svo til því til viðbótar eru náttúrulega þessar aðstæður á erlendum lánsfjármörkuðum og innfluttur vandi sem því fylgir, hækkandi verðlag í umheiminum á ýmsum nauðsynjavörum eins og olíu og korni og hveiti og þess háttar. Tíðindin í gær með verðbólguna eru þetta mjög vond, það dettur engum í huga að neita því. En það sem þó má sjá út úr þessu það að gengislækkunin sem hefur komið núna á undanförnum vikum 25% frá áramótum að koma fram strax og við ætlum ekki að tvíborga fyrir þessi gengislækkun þannig að þau áhrif koma bara einu sinni fram og þess vegna tel ég mjög líklegt að það verði minni verðbólga, hún lækkir hratt aftur sem sé á næstu mánuðum. Getum við gefið okkur það? Nei, við getum ekki gefið okkur neitt í þessu en þetta allar líkur standa til þess og það var auðvitað líka vitað að gengi krónuna var og hátt skráð, það var metið þannig af flestum og þess vegna myndi eiga sér stað ákveðin lagfæring eða leiðrétting í því. En hún semst kom hraðar og varð meiri heldur en að menn áttu von á. En þessi verðbólga, viðurkenndi það fyrir mér hér og nú að hún miklu meiri en þið áttu von á. Kemur hraðar. Sko, þessi hækkun í gær, hún var töluvert umfram það sem að menn hafðu spáð eða áttu von á og ég átti ekki von á svona mikill hækkun, ég viðurkenni það húslega. Heitir þetta ekki hörð lending? Nei, þetta ekki lendingin, þetta er svona hvað ég að segja, þetta er svona einkenni þess ástand sem að núna framundan. Hörð lending væri það ef það myndi draga hér verulega úr framleiðslunni yfir eitthvað lengra tímabil. Ef að þjóðframleiðsla myndi skreppa saman yfir eitthvað lengra tímabil. En sem sagt, verðbólgan mælist núna 11,8% ef við horfum 12 mánuði eftir í tíman. Það er venjulega mæling. Miklu meira samt ef við tölum bara 3 mánuði eftir í tíman. Já, en sem sagt, hefðbundna mælistikan er 12 mánuðir eftir í tíman. 11,8% en við sjáum við ekki þetta fyrir okkur sem varanlegt ástand. Þetta var auðvitað algjörlega óviðunandi. Vonandi þetta bara 1 mánuður og svo horfum við á lægri tölur þegar við sækjum fram á þetta ár og komum inn í næsta ár. En vonandi segir ég meina, eitthvað sem segir okkur að þetta geti ekki verið bara byrjunin eða þetta geti gengið í töluverðan tíma? Já, sko það segir okkur það að ástæðan sem ég hef fyrir því að segja þetta er svo að áhrifin af gengislækkunin eru komin í gegn. Ef að gjaldeyririnn hefur hækkað sem sagt 25% eða hvað það er nú nákvæmlega, þá hækka innfluttar vörur sem samsvarar þessu og það mun þá ekki gerast aftur. Það þá komið inn í verðlagið. En nú enn eftir að taka út hlutir svo margir að spá hreinlega mjög mikil lækkun á fasteignamarkaðnum. Það mun hafa afleiðingar í för með sér líka. Er ekki eitthvað sem segir manni að þetta getur bara alveg haldið áfram? Sko fasteignamarkaðurinn alveg sérmál. Það er ekki En hann hefur mikil áhrif á fjölskyldunar í landinu. Já. Það þurfa ekki margar fjölskyldur að fara illa til þess að þessi fara að hafa mjög víðtækar afleiðingar. Mikil ósköp, sko. Höldum þessu aðgreindu af því markið sem það er hægt, sko. Verðbólgan er eitt, hún á sér þær skýringar sem ég var að tala um. Ástandið á fasteignamarkaðnum er hins vegar þannig að það hefur verið þar mikill uppgangur og mikil umsvif og það hlaut að koma því að því skeiði myndi ljúka. Fasteignaverð hefur hækkað gríðarlega mikið hér og langt umfram það sem að verið hefur í nálægum löndum og sennilega tölvört umfram það sem eðlilegt gat talist. Þannig að það er ekki skrítið að þar verði einhver aðlögun og ýmsir hafa verið að byggja hér íbúðir í stóru stíl og selja með góðum hagnaði. Einhverjir sita núna uppi með það að eiga óseldar íbúðir, verktakar og aðri slíkir. Það er áhætta sem menn tóku. En það sem er náttúrulega hættulegt í þessu, það getur
komið sér illa fyrir fólk, það ef að það með mikla skuldir á fasteign sem að síðan lækkar í verði og fólk lendir í þeirri stöðu að þurfa að selja. Það er einmitt það sem er kannski málið. Við getum verið sammála það að ef við hafa fasteignaverð verið of hátt hérna, en það breytir ekki þeirri staðreynd að það eru mjög margir, þið byrjuðu að bjóða upp á 90% lán, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn. Það eru mjög margir sem eru bæði með háhúsnæðislán og síðan kemur gengislækkanir núna mjög margir búin að taka erlend lán. Það eru margir sem munu fara í vondmál og það getur haft víðtækar afleiðingar í efnahagslífinu, er það ekki rétt að mér? Jú, það getur auðvitað gert það ef að hlutirnir þróast allir á versta veg. Ég hef alltaf varað fólk við því að taka neyslulán eða lán til enga fjárfestingar í erlendu gjaldeyri. Það fólk á ekki að gera það nema að það hafi tekjur í gjaldeyri. Sama við fyrirtæki og það er alveg rétt. Ríkisstjórnin fyrrverandi byrjaði með þessi 90% lán. Það voru mistök. Það er bara best að segja það alveg eins og það er. Ég reyndar oft sagt það áður. Það voru mistök og það varð spenna og sprenging hér á fasteignamarkaðnum þegar bankarnir fóru í heltu sér í þessa samkeppni í Íbúðalánasjóð. Það varð mjög mikið fjármagn á boðstólum og auðvitað var því ótað að fólki eins og við munum eftir. Núna erum við að svona súpa seiðið af þessu. Við erum byrjað að tala Íbúðalánasjóð á að leggja niður? Nei, það var ekki að leggja niður. Það sem við höfum talað er að aðgreina hlutverkin í tvennt. Það er að segja annars vegar félagslega aðstoð sem að ég held allir séu nú inn á að eigi fulla rétt á sér og sjóðurinn hafi það verkefni og hefur það hlutverk. Og svo hins vegar almenn húsnæðislán, almenn markaðslán og þar er hægt að hugsa sér ýmsa breytingar og verið að skoða þau mál. Ég með ummæli þín og fréttum bæði 2. og 7. apríl þar sem þú talar efnahagsmálin og segir að stjórnvöld sé að íhuga aðgerðir til að fæla í burtu spákaupmenn 2. apríl og þann 7. apríl segiru að sumt af því sem þegar hafa komið fram og verið tilkynnt hálfu Seðlabankans, annað er í vinnslu en ég geti miður ekki sagt nákvæmlega hvað það er. Er ekki orðið tímabært að fara að segja hvað þetta er? Þú nefnir spákaupmennina. Ég held að okkur hefur tekist að fá þá til að draga inn klærnar í miklu mæli og vonandi töluvert en það er ekki þar með sagt að þeir geti ekki komið aftur. Og við þurfum að búa þannig hnútana að menn geti helst ekki grætt á því að skort selja Ísland, ef svo mætti segja, eða verðja á móti þróuninni hér og haft af því út úr því góðan pening. Það er það sem að þessir aðilar út í heimi sem við vorum að tala þarna og höfum verið að fást við voru að gera. Hvernig ætlar að fara því? Já, við sjáum nú hvað hefur gerst hér að undanförnu, sko. Okkur sýnist að þessir aðilar hafi verið að draga sig í hlé í einhverju mæli. Aðgerðir Seðlabankans hér innanlands hafa náttúrulega skilað ágætum árangri. Þær aðgerðir leysa ekki þann vanda sem varðar erlendan gjaldeyri eða gjaldeyristörf bankakerfisins. Auðvitað getum við ekki garantera það að það kom aldrei einhverju menn sem vilja hagnast á okkur með svona tilfæringum. En við þurfum að koma okkur upp vörnum og það er verið að vinna í því. Er ekki vörnin að skipta gjaldmiðil? Nei, ég er ekki sammála þeir í því en við þurfum að efla hérna gjaldeyrisforðan okkar og koma okkur í þannig sambönd við aðra vinaþjóður okkar að menn sjáu fram á það að þeir geta ekki hagnast á þessari framkom. Þarfur utan er það náttúrulega ekki löglegt að manipúlera sem kallaðir með markaðin eða misnota aðstöðu sína á markaðin. Talandi markaði, þegar þú segir að þessi aðgerðir í bígerð eða burðarliðnin eða hvernig þú orðar að nákvæmlega, þá hefur það auðvitað áhrif á markaðin. Markaðin er að bíða eftir einhverju. Þarf ekki að fara að tilkynna eitthvað? Það eru bara allir að vinna sína vinnu. Eins og ég sagði á aðalfundi Samtaka atvinnulífsins, þá er unnið hörðum höndum að því, bæði í stjórnarráðinu og í Seðlabankanum að greiða úr þessum málum og það hefur náttúrulega margt skýrst en það er ekki búið að ganga frá öllu og það tekur kannski lengri tíma en við heldum. Daga, vikur, ég get ekki sagt þér nákvæmlega það verður bara komið í ljós. Var það ekki ótíðumbert þegar það tala svona í byrjun? Nei, það var alls ekki ótíðumbert eins og þú sagði sjálfur, það virðist hafa eitt og annað róast síðan þá.